Ég 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið mann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn spegill sálar þinnar. Ok. Wow, ég ætla að byrja þannig þátt með auglýsingum en ekki hægt að hlusta því þetta eru skemmtilegar auglýsingar, sko. Fyrst ætla ég að auglýsa bara námskeið sem ég sjálf að fara að halda með henni Önnu Rósu Parker 7. október og það hægt að fá alveg svona endurgreiðslu því sem í einhverju svona félögum. Ég ætla að kenna trúð sem að hjálpa þér svona komast nær sjálfum þér og það ekki, þú munt koma þér á óvart og þú munt hafa aðgang að einhverjum svona sköpunarkrafti sem þú vissir ekki að væri mjög aðgengilegur og Anna Rósa hjálpaði þér að setja hlutina í farveg og einhvern veginn sjá fyrir þér það sem lúrir í hjartan og kemst ekki að fyrir hausnum á þér, sko. Ok, þetta námskeið sem við ætlum að gera og þetta 1 dagur, 7. október. Svo ætla ég að auglýsa handbragðsstefnuna sem að Steinólina var að auglýsa hérna daginn. Hún þarna helgina, í byrjun október líka, 2. til 4. október. Og náttúrulega hamburinn svona alternatív leið til margra lækninga og Steina aðeins búin að opna augum mín fyrir því að ég megi ekki vera svona forpókuð og full af fordómum sem ég kom mér upp einhvers staðar á lífsleiðinni að heilug María lækningaplanta og við þurfum að hlusta inn í það líka. Þú veist, það eitthvað sem til sem að við viljum fá læknisfræðilegt leyfi til þess að nota þegar það á við og allt þetta. Ég ekki að segja ungt fólk að ég var að nota þetta. Auglýsing númer 3 náttúrulega bara Íslandsbanki sem að bara alltaf með okkur í liði og ég sé bara takk Íslandsbanki að vera styrktaraðili hjá okkur. Þess vegna þetta meðal annars hægt. Ok, þetta voru auglýsingarnar. Og það áhugavert fyrir ykkur af því ég ætla að skipta podcastinu upp í 2 parta fyrir ykkur sem á hlaupabrettnum af því að þið vilja hafa þetta innan við klukkutíma af því að það var svo gaman að tala við hann gest. Við erum sérst með gest í þættinum og þið í seinni hluta podcastins, seinni hlutanum, þá fáið að heyra af hverju við erum bara með 1 styrktaraðila sem stendur. Það kemur ljós. Ef þið viljið vita hversuna við erum bara ekki með fleiri styrktaraðila og getur hlusta bara, og auðvitað hlustið því að það svo skemmtilegt það sem gestur að tala um. Alltaf góð skemmtun. Ég ætla að segja þér af hverju gestur hérna. Já, en ég meina þú að kynna gestin fyrir mér. Já, einmitt. Heyrðu, fyrir bæði þá, ég búin að kveikja, sko. Já, Hérna bæði fyrir þá sem hlusta og fyrir Steinu, þá þetta hann gestur Kolbeinn Pálmason. Já. Og ég kynntist honum að því ég fór að gera sjónvarpsþætti sem að heita Í leita innblæstri og þá var mér bent á hann að því ég var að leita hver með einhvers konar strategíu til þess að skoða svona kerfislegt hvernig maður verður fyrir innblæstri eða hvernig maður hreyfir líf sitt innra með sér einhvern veginn svona eins og ég veit ekki hvort ég geti orðað þetta eitthvað betur. Allavega mér var bent á hann hefur komið inn í fyrirtæki og hjálpa fólki að verða innblástu fyrir hvert annað. En hann lét mig fara í gegnum svona próf hjá sér þannig ég fengi aðeins betri skilning á því sem hann var að gera og ég var náttúrulega algjörlega blown á mig. Mér fannst það svo skemmtilegt. Já, það kemur náttúrulega ekki óvart og Dóra náttúrulega elskar svona kerfi Já. og bara ný kerfi en ég sem sagt fór í þetta próf sem að þú sendir okkur og ég svona gerði mér í hugarlund að prófið sé svona kanna hvar styrkleikar manns liggja, hvar maður með blind spot og hvar kannski bara augljósir veikleikar eru í því hvernig maður sér sig í samvinnu við annað fólk. Það ekki langt frá. Já, ok. En já, það Hvað heitir kerfið? Hvað Sko- þetta sem þú gerir? Sko, það kannski ágætt að hugsa það þannig að þegar maður hugsar þroska einstaklingsins, það eru 2 svona grundvallarlögmál sem að maður segja liggi til grundvallar eiginlega öllum leiðum. Annað það að
maður virðist alltaf innihalda og vaxa upp úr því sem kemur á undan. Og besta leiðin finnst mér til þess að skilja það er að barn sem að, ef maður tekur unga barn og setur það hérna á teppið, á gólfið á bakið, þá er það fyrsta sem það lærir að snúa sér yfir á magan. Svo fer það að skríða, svo sest það upp, svo nær það að reisa sig upp við borðið. Og þegar það reisir sig upp við borðið þá er bara heill nýr heimur að drasli sem að klingir í og þetta taka og kasta. Síðan fer það að labba og síðan hlaupa. En við það að ná að hlaupa, þá gleymir það ekkert hvernig það á að skríða eða setjast upp. Nei. En barn sem kann bara setjast upp, það veit ekki einu svona að labba og hlaupa er til. Nei, einmitt. Skilurðu? Þannig að þegar maður skoðar allan þroska, hvort sem það er siðferðisþroski eða fýsísku þroski, andlegu þroski, þá virðist hann allir liggja í sömu átt sem er að innihalda og vaxa upp úr því sem kemur á undan. Eiginlega svona eins og rússneska babúskur sem maður hliður utan á. Já, einmitt eins og stacking. Já. Þú veist, maður er með einhverju grunnþekkingu og svo bætist eitthvað ofan á hana og Já. Þannig að þú, og hluta því að þroskast er ofta að skilja eitthvað eftir og svo ofta opnin á eitthvað nýtt. Þannig að það er eitt. Hitt er síðan að þegar maður skoðar að hvernig fólk þroskast, að þá má segja að maður geti talað svona að Howard Gardner sem fór að tala ólíka tegundir greindar sem að skólarnir pikkuðu of mikið upp, þú veist. Þú getur verið með rýmisgreind og þú getur verið með tilfinningagreind og þú getur verið með hugranafærni og svoleiðis. Og við erum öll með, og það er örugglega upp í svona 25 kannski mögulegar skilgreindar greindir sem að við köllum í dag eiginlega svona línur þróunar. Og ein af þessum línum þróunar eða þroska er sem sagt, það sem kallað er gildakerfin okkar. Og gildakerfi er það sem að svona gildi er liðið þýðing á ensku values sem er virði. Hvaða er sem hefur virði fyrir mér, skiptir við máli. Og prófið sem að þið tókuð núna, Dóra í annað skipti og þú í fyrsta, er til þess að skoða gildakerfin ykkar og skoða þau út frá svona ólíkum forsendum. Það er svona hugmyndin. Dóra er búin að vera svo ógeðslega spennt að fá að vita hvernig við stóðum okkur í prófum. Já, og hvort að við séum ólíkar, hvað var það gildin okkar? Já, ég held að það sé bara óhætt að segja það strax að það er. Já, það er svoleiðis. Þið eru ólíkar. Oh my god, ég held að við erum svo líka. Nei. Ég var nefnilega ekki spennt, ég hugsaði, þetta verður einhvern alveg eins hjá okkur Dóru. Já, nei, það er ekki svoleiðis. Og ég skal opna þetta smá. Það sem að, og þar er sama lögmál, að hver svona þáttur, og við vitum það raun og veru, það er bara cirka 8 gildakerfi í heiminum, út allan heim. Og þau innihalda og vaxa hvert upp úr öðru. Og svona til þess að hlaupa mjög fljótt yfir sögu, þá er fyrsta gildakerfi, það er kallað survival, eða lifa af. Ef við litin drapplita og það eru kostir og ókostir við öll gildakerfin. Og það eru yfirleitt ókostirnir sem að ýta okkur í næsta gildakerfi fyrir ofan. Á okkur langar að þroskast. Já, það kemur, og fyrsta gildakerfið base eða drapplitur, þar eru kostirnir þeir að ég geri það sem ég þarf að gera til að lifa af. Og við sjáum það ekkert mikið í vestrænum samfélögum nema kannski hjá jaðarhópum, fólki sem býr á götunni eða svoleiðis. Þannig að ég vakna og ég þarf að ná mér í bjór og ég bara fer og leið og ég er búin að ná mér í bjórinn, þá er þörf honum mætt og ég get bara sest á bekk niðri í Austurstræti þangað til að það kemur aftur þörf. Eða ég fer hálfan dag til að sækja vatn og hálfan dag til að sækja kjúkling, en leið og þörfunum mínum er mætt, þá bara sest ég niður og horfa á bílana. Og svo á morgun er bara nýr dagur. Eins og tilgangi sé náð. Já, tilgangunum er bara náð. Eini tilgangurinn er að viðhalda sjálfu mér. Einstaklingsmiðað, bara hvernig get ég lifað af. Svo er næsta þrepp þar fyrir ofan, er þegar kosturinn er auðvitað sá að ég lifi af, ókosturinn er sá að það verður engin framþróun. Af því leið og þörfum mínum er mætt, þá ger ég ekkert meir. Þá þarf ekkert meir. Já, af því þetta er sko út úr líka svo miklu scarcity. Já. Skilur þau, þá nærði ekkert að fara lengra heldur en bara að lifa af. Nei, og það hafa verið gerað skemmtilega rannsóknir á þessu með fólk sem útigangsfólk í New York, það sem er kannski að bettla. Og svo kemur einhver og segir, hérna eru $500 eða eitthvað, sem er bara eins og að bettla í 10 daga. Og það er ekkert í bettlarinn sem segir, já,
shit maður, nú tek ég bara hérna 100 á kaupi mat, 100 á hérna ávaksta, 100 á hérna legg fyrir, það er ekkert, bara, já, þörfunum er mætti ekki bara hægt að betla í dag, svo bara morgunin í dagur. Þannig að það er engin hugsun framtíðina, af því að það eina sem skiptir máli er bara ég mæti þörfum mínum og þá bara þarf ekki meir. En við þetta verður auðvitað engin framþróun, þú veist, það gerist ekkert. Þannig að það verður ekki fyrir að ég hitti ykkur og við förum svo að byrju, en ef þú sækir vatnið og þú kjúklinginn og ég er að finna bjór og svo hittust við aftur saman hérna og deilum að við förum á næsta þrep sem er kallað fjólublátt, sem er kallað hérna, það sem að einhvern eru öryggi og tilheyra. Það er svona ættbálka, þú veist, ég er bolvíkingur, ég er Manchester-aðdáandi, ég er, þú veist, að tilheyra einhverjum hópi. Og kostinni við það eru þetta bara þessir að öryggi og að tilheyra, og maður sér til dæmis að fólk sem er að glíma með vandamál, hvort sem það er, veist, einhver neysla, alkoholismi eða eitthvað annað, að það heldur oft þegar það er eitt í sinni þjáningu að það sé bara að enginn hafa upplifað annað eins. Og svo eru þessi samtök út allt sem segja, heyrðu, kottu og vertu með, við erum búin að finna lausn á þessu, kottu og vertu með. Og allt í einu finnur fólk, heyrðu, ég er partur af einhverju heild og get farið að vinna í mínu í einhverju öruggu umhverfi. Þannig að það er eiginlega svona fyrsti parturinn því að hjálpa einhverjum er að hjálpa þeim inn í öruggan félagskap. En ókosturinn þar er að ættbálkarnir, þeir verða stundum svolítið svona, að því að þeir eru hópmiðaðir, kollektíft miðaðir, að þá taka þeir þarfir ættbálksins fram yfir þarfir einstaklingana. Þannig að, og alla breytingar eru þar af leiðandi ógn við ættbálkinn. Þannig að við viljum engu breyta, við erum bara hér að gera þetta og ef þú ætlar að gera eitthvað annað, nei, þú veist, þú ætlar einhvern með okkur á móti. Já, við og þið. Við og þið. Þannig að þar kemur það online. Og auðvitað gerist það, og gerist í sögulegu samhengi að þegar það verður engin framþróun, þá verða einhverjir hópnum pirraðir. Og þá fáum við aftur upp í einstaklingsmiða sem er kallað rautt. Og rauðagildakerfið það segir bara, hei, það bara gera eitthvað í það maður, hætti þessu kjaft, bara let's go og hjóli í þetta bara, þú veist, og vill bara, fyrstulega vill vera númer 1, vill vera aðalkallinn, vill leiða framand, segja liðinu bara hvert þið að fara og hvað að gera. Svona expansion. Já, bara drifkraftur, bara gera. Já, bara sá sem ræður. Já, bara go-get, bara ræður og ég fæ þig til að gera þetta og þig til að gera þetta og það er bara einhver sem er svona eins og leiðtogi. Já, þetta er bara svona ættamótið, þú veist, allir þurfa að fara í einhvern ratleik og það þarf að byggja eitthvað og gera eitthvað og öllum finnst hundleðilegt og að væplast eitthvað, það endar alltaf með eitt sér, haldu öll kjafti. Takk þú þetta, gerð þú þetta, við gerum þetta svona, leysum þetta svona. Bara taka af skarið. Og kosturinn við það er auðvitað að það er kraftur og hlutir eru gerðir, en ókosturinn að þegar einstaklingsmiðað gildakerfi er egocentrik. Þannig að þegar ég er búinn að gera þetta, þá ætla ég að fá klapp á baki því að ég átti hugmyndina og ég er aðalkallinn. Já, og ég setti framkvæmdina. Ég gerði þetta, sko. Þið voru bara að gera fyrir mig. Heimting á viðurkenningu fyrir. Og hvatinn í því gildakerfi er mjög oft viðurkenning. Ég vil vera aðalmaðurinn. En svo gerist það alltaf með aðalmanninn. Þá gerist annað að tvennu. Annarkvort áttar hann sig á því að það er ekkert mál að vera aðalmaður í 20 manna samfélagi, en ef ég er komin á 1000 manna vinnustöða, þá get ég ekkert hlaupið á milli og high-five allan daginn og drifið allan áfram á minni orku. Þannig að oft verða það svona, þetta er kallað abdication á enskunni, að taka bara, þið verður bara að gera þetta. Bara taka sér krúnuna og afsala sér ábyrgðinni, þið verður bara að gera þetta. Eða þá að hópurinn segir, heyrðu, við getum ekki verið með hana geðsjúkling hérna, það þarf að koma einhverju böndum á hana gaur. Og úr því verður þá aftur svona kollektíft gildakerfi sem að gengur út, sem er kallað blátt og gengur út á reglu og prósess. Þannig að í sögulegu samhengi förum við úr autokrötum sem bara ég ætla að giftast þér og drepa þig og allt það, yfir ég að segja, nei, heyrðu, við ætlum að vera reglubundið samfélag. Þannig að þá farið boðorðin 10 og þú farið kalvinistana með sparnaðarráðin og þú farið allt svona, bara lögfræði, reglur, prósess. Samfélagslög. Já, bara lög, og við erum öll jöfn fyrir lögunum. Þannig að þá farið á kosturum við það er auðvitað, þú getur farið að skala hluti af því að það eru ráðningarferlar og allt það. En ókosturinn er auðvitað computer says no.
bara, nei þetta er ekki hægt nema, Einstaklingurinn er horfinn. já, það er bara komið kerfi Já. og kerfið segir bara, nei, þú fær ekki bætur í dag, því þú ert ekki búin að skila þessari mynd og í þessari starf og tala við þennan og hérna þetta. Þannig að það er að bláa, og yfirleitt er að síðan úr þessu svona bjúrókrasi og þingslum af reglufarganinu sem að við förum upp í appelsinu gula gildakerfið sem að verður raun og veru til þegar að Sem er aftur einstaklingskerfi. já, sem er aftur einstaklingskerfi og gengur og segir, já, við þurfum alveg að hafa reglur en ef það eru fyrir þá bara breytum við þeim. Þú veist, að við flexum okkur bara að því að eina sem skiptir máli Ég fíla svoleiðis. já, að því að eina sem skiptir máli það, já, ekki bara fílar er svoleiðis, heldur þolir ekki reglurnar yfir höfuð, sko. Það er eins og við munum sjá. En það sem gerist þá er að þá fara markmiðin að skipta máli. Það er svona go-getter, bara setjum okkur markmið og við bara keyrum á þetta og við bara förum í lofti á flugvélinu og við smíðum hana bara á leiðinni. Við finnum bara leiðir til þess að láta þetta virka. Og maður verður svona upptekinn af skilvirkni og mælikvörðum og svona bara komast þangað. Svo flexum við bara. Þannig að kosturinn er auðvitað að maður nær rosa árangri og appelsinu gula gildakerfið á heimsvísu hefur lyft fullt af liði og fátækt. Kapitalismin sá bara það, hann er appelsinu gult fyrirbrigði. En við erum líka að upplifa downside af því núna sem er bara græðgi og ofnotkun. Það þýðir ekkert að Og kasta fólki frá borði. Hei, þú þvælist fyrir, við komumst ekki alla leið ef að þú ert borð. Já, og líka bara, þú veist, að maður segja kannski, appelsinu gula viewið af fólk eins og hérna, þú veist, er human resource. Þú ert þetta til að vinna fyrir, þú ert resource fyrir, þú ert mannauður til að vinna fyrir mig. En þegar að, og svo náttúrulega þetta uppáhalds svona negatív appelsinu guli típan mín, það er Danni í nýtt líf. Munið þegar ég fóru til Vestmannaeyja í lífsmyndunum og fóru á bandið og svo fattaði hann að það var bónus fyrir hvern þorsk sem fór í gegnum lúguna. Og hvað gerir Danni? Hún bara hamast á lúgunni því að þá hækkaði bónusinn hans. Þannig að appelsinu guli fer svona manipulæra kerfið þess. Svona sér í hag. Shortcut Ógeðslega sniðugt. Nýta loopholes. Já, nýta loopholes, shortcut af því að það er náttúrulega bara eins og allt flinkt peningafólk. Það kann að nýta loopholes. Bara komast þangað sama hvað. Þar sem takkin er. Og þar verða vandamálinu þetta oft til. Það er það sem að gefa mannskapnum í fangelsi yfirleitt, eða stundum. Upp úr því verður síðan svona, byrju, við erum hérna allt í einu búin að, og þetta gerist í raun og veru á heimsvísu þegar Bandaríkjamenn fara til tunglsins og við fáum senda tilbaka ljósmyndina hérna bara af jörðinni, hérna, the pale blue dot, hérna, og þá verður eitthvað svona uppgötun hjá mjög stóru hópum fólks að bara, við erum bara öll þarna á þessu, allar áhyggjurnar og stríðin og landamærin og allt þetta krapp. Ef við klúðrum þessu, þá er bara ekkert. Þannig að það meikar ekki sens. Þannig að það þýðir þá, ergo, í fyrsta lagi við erum öll jöfn. Þú veist, við erum bara öll manneskjur á plánutunni og við ættum öll að hafa jafnan rétt. Þannig að jafnréttisbarátta, kosningabarátta kvenna, blökkumanna í Bandaríkjunum, LGBTQ samfélagið, allt það sprettur upp úr þessu sjónarhorni jafnréttis. Og sjálfbærni verður til sem hugtak. Við getum ekki sagað all trén og búið til sófa á þess að planta nýjum trjám. Það þarf að vera, þetta er hringrás og hugmyndir hringrás að hagkerfi vera til og svona náttúruvernd á heimsvísu. Allt þetta er það sem við köllum svona grænu gjafirnar. Kollektíft sjónarmið, þannig að snýst okkur. En við hefum líka upplifað negatíva partina í töluvert núna sem er að græna gildakerfið vill að öll dýrin í skóginum séu vinir. Við förum fram á jafnrétti. Ég er svolítið græn. Svo framálega sem þú spilar eftir mínum fucking reglum. En ef þú ert eitthvað Texas, eitthvað djöfisins magavillisingur, þá getur þú bara verið úti, þá cancelar ég þér bara. Hvítt svart. Þannig að það bara aftur, þú veist, ýmist með mér á móti og þeir sem ekki vilja spila leikinn eins og ég vil hans spilar, þeir verða bara að vera úti. Já, þannig að þetta er svona alveg, þetta er svona sundhundur. Það kemur dómharka. Já. Og það kemur líka óbúslegur hægagangur, eins og til dæmis í viðskiptum og rekstri, ef þú ert með fólk sem er mjög mikið í græna gildakerfinu, þá getur það tala hring eftir hring, af því að það fer enginn út fyrir við erum öll sammála. Ekki gerur? Ó, Christ. Akkurat.
Þannig að við hefum svona séð það að, að, þú veist, að 68 þá eru 2% bandaríkjamanna í græna gildakerfinu, það eru 40% í dag. Og þetta að menn að tala kultúrstríðin, þá eru það þessi gildakerfi sem að takast á. Það þá appelsínugul og græna sem að takast á? Eða bara fólk inn í græna, sem sagt í þessu sósíal? Já, ég myndi segja að græna og rauða væru mjög mikið að takast á. Appelsínugul sem að einhverju margir líka. Og svo ertu stundum líka með fjólublátt blátt sem svona fundamental íhaldskristið mögulega, gamla skólakristið, gamla testament svona, Móse klauf Rauðahafið, þetta ekki dæmis að það gerðist og svo framvegis. Bara hinn refsandi Guð. Já, hinn refsandi Guð, þetta eru reglurnar, blátt og þeim skal fara eftir. Og það træp, það eru við og það eru þið og okkur ber og þið geti bara. Okkur ber að kristna þig, þú getur ekki átt þitt í friði. Þannig að það er alls konar svoleiðis. Síðan verður rosalegt stökk frá grænu upp í gult. Því að upp að grænu þá halda öll gildakerfin að þau hafi rétt fyrir sér og hinir hafi rangt fyrir sér. Það bara 2 útgáfur. Gula búið að klukka allt í hennu, býtum við. Þau hafa öll eitthvað að leggja til. Þannig að þau hafa eiginlega öll rétt fyrir sér en öll rangt fyrir sér á sama tíma. Gula elskar þverstæður og hefur áhuga á þeirra þjótt öðruvísi. En einstaklingsmiða, þannig að það alltaf svona, hvernig get ég bjarga heiminum? Hvernig get ég svona, hvaða rullu spila ég í þessum stóru kerfum og hvernig hafa fiskveiðar í Japan áhrif á Ísland og svona miklu stærri kerfislegari hugsun og hugmyndum að hafa stórtæk áhrif og svona disruptive breytingar. Þannig að þeir sem hafa gula gildakerfið vilja mjög oft svona umbreyta, stórt og mikið og raska og svona nýjar hugmyndir. Já, ég er svona spenntur að tala þetta. Svo er það síðasta þekkta í dag, það er enda konar hugmyndir 2-3 þar fyrir ofan, en það nú bara, við köllum þetta upp að grænu er first tier, gult og ofar er second tier og á heimsvísu nú bara 2-5% manki sem eru komin í second tier. Þannig að, og það til að vera stökk á milli, þannig að frá grænu upp í gult. Svo ertu með sægrænt og sægrænt þá ertu svona farin að hugsa í raun og veru aftur kollektíft aftur og heildina og þá inniheldur heildin ekki bara allt mannkyn, heldur bara alla lifandi verur og vistkerfi og langtíma hugsun og svona pælingar hvernig miklu meiri pælingar jafnvægi kerfisins, hvernig kerfið heldur jafnvægi á sjálfu sér. Því svokallaða sjálf svona minna orðið fyrir í merkingunni ego, litla sjálfið, þú veist, það svona, þeir kvótuðu mig ekki í þessari, það allt búið. Þannig að þú farin að... Var ég ekki boðinn? Já, var ég... Ég sagði nú líka ýmislegt sem að hefði nátt að segja ég hefði sagt. Akkurat. Þannig að það allt svolítið svona farið, þannig að það svona einstaklega Dalai Lama, kannski þekkt dæmi þetta. Góða samþættingu á sjálfinu en í raun og veru vera bara að vinna eitthvað fyrir aðri markmið. Og þú finnur fólk með þetta gildakerfi rosa lítið í viðskiptum eða í lífinu almennt. Þannig að þetta svona grundvallar hugmyndirnar hvað að gerast en ókosturinn auðvitað við sækarana að þessi einstaklingar bara ofta að búa í helli og skrifa bækur, skilur. Það ekkert koma engu í verk. Koma engu í verk, það ekkert framlag. Nei, já, þeir eru svona kannski fastir í eigin dystopíu. Það getur verið... Dystopía sem... Nei, ég meina eigin útópíu. Útópíu, það ekki. Já. Draum sínum framtíðina. Það svolítið svona, ég búinn að sjá sannleikann. En kannski þarf ég að geta komin á mara því að kerfið bara sjá sig sjálft. Ég þarf ekki að vera í náttúruvernd. Af því að jörðin mun hvað sem að eyða okkur og svo mun hún jafna sig á 3000 árum. Já. Eða 3 milljörðum ára. Að loka þessum glugga. Í dagurinu minni þá ég svona aðalega að vinna með fólki sem að reka stór fyrirtæki og út allan heim. Að þá spurjum við spurninga sem að hjálpa okkur átt okkur á hvaðan fólk að koma í sínu gildakerfum. Og mér finnst best að hugsa það þannig að þetta eins og lituð sólgleru. Þannig að ef að við sjáum öll sömu leiksýninguna, sama eventinn, ef ég með
rauðu sólgleraugun á, þá var það sem skiptir mig mest hver er aðalkallinn í leiksýningunni? Hvað er aðalhlutverkið? Djöfull var ég til að vera aðalhlutverkið. Ef að ég með, segjum grænu gleraugun á, þá var það sem ég sé úr sömu sýningu voðalega svona kollektífur andi í þessu, voðalega hlýtur að vera gaman að vera partur af þessum leikhóp. Voðalega eru þau samhent og samrýnd, það er það sem skiptir mig máli. Ef að ég er appelsínugulur, þá er ég flott sýning, ætli þessi að taka vel inn á þessu. Þú veist, hvernig ætli miðað verið 5.000 kall, við sinnum hvað er margir inni, þú veist. Þá er það sem, það er alltaf sama sýningin í gangi, en eftir í hvaða gleraugu við höfum erum við að túlka aðalatriðin öðruvísi. Og við túlkum þetta eigin gildakerfi. Og við erum náttúrulega með alla liti í okkur af því að þú getur ekki verið orðin grænn nema að vera búin að fara í gegnum alla litina fyrir neðan. Akkurat, þannig að þú getur ekki hoppað á milli. Þú ferð alltaf beige, upp í fjólublátt, upp í rautt, upp í blátt, upp í grænt. Með appelsínugult. Upp í appelsínugult og upp í grænt. Já. En það sem þú getur hins vegar gert er að þú getur farið í gegnum tiltekið gildakerfi dysfunctionalt. Já. Þannig að stundum fær maður ekki transcend and include, heldur transcend og exclude. Og ágætis dæmið það er til dæmis græna gildakerfið sem að hafnar bara business og peningum og það er bara ljótt og gróði og ógeð. En þú veist, það er eins og það er í raun og veru kapitalismi og business sem hefur komið 2 milljörðum manna upp úr fátækt með atvinnu og alls konar. Þannig að það er ekki allt slæmt. Þannig að stundum skilur maður eitthvað eftir. Já, það er drepi jafn marga í leiðinni, sko. Já, ok. Up for debate. Þannig að ég held að svona spurningin er, sko, að þegar þið voru að ræða hérna síðast eins og við Vigfús og Skuggana og allt þetta, er að þetta, ef að það er eitthvað svona hérna úti sem að pirra mig ógeðslega mikið, fokkið þol ekki bankakalla eða peningali eða fólk sem gerir rauða bíla eða fólk sem vill alltaf vera aðal. Þá er það oft vísbendingum að það sé eitthvað á leiðinni sem að ég hef ekki alveg gengist við í sjálfum mér. Já. Okkur finnst við nú vera mjög mikið í þessu núna. Já, ég heyrði það. Já, við Dóra erum alveg sko skemmtum okkur svo konunglega í skuggavinnu. Já. Við erum alveg þegar við erum að tala okkur að vera, býttu hver mætti þarna Dóra? Hvaða típa býr þarna inn í þér sem að vill stjórna umferðinu? Ertu í umferðarlögreglunni? Það var að því, já. Og já, Dóra bara, já, ég vil alveg segja öllum hvernig þeir eiga að vera í umferðinu og hvernig þeir eiga að keyra. Ég var mjög góður nemandi samt í umferðarskóla föður míns. Já. Já, ég var alveg bara alltaf og svo er ég alveg í vandræðum komin að stjórna börnunum mínu þegar þau eru komið bílpróf núna, sko. Já. En ég veit ekki, sko, þið viti að það er hægt að hreinsa þetta allt, þannig að þetta bara hafi engin áhrif á mann líka. Já, hvernig? Það getur verið bara tiltölulega einfalt, sko. Og ég get, það er til nokkra leiðir. En eitt dæmi til dæmis ég, að frelsa sig undan sjálfum sér. Já, af því að það sem gerist í raun og veru, og þetta er svona, þetta rekið eftir í Jung og partatheory og þetta, og hvort þú kallar þetta internal family systems eða voice dialogue eða hvað allt kallar þetta, að það sem gerist er að af einhverjum ástæðum þá er einhver rödd innra með okkur sem að fær ekki hljómgrunn af því að hún var dæmd einhvern veginn úr leik. Og það getur bara verið ég spurði afa ís og afi sagði við borðum aldrei ís á þriðjudögum og ég ákvað bara ég bið aldrei aftur ís. Þannig að ég að setja fram kröfur fyrir mig er bara algjört no-no. Og það verður síðan til þess að á fullorðinsárum að allir sem að ég finnar að setja kröfur fyrir sig ég fokkin hata þá og ég veit ekki einu svona af hverju. Af því að það er einhver rödd inn í mér sem hefur einhver þörf sem skammast sín fyrir að setja fram sem að við erum ekki að við þjöppum henni bara því að maður má ekki af því að viðkomandi hefur fengið skammir fyrir að segja hvað hann vill eða þarf. Akkurat. Og þá er oft rosalega og ég átti frábært samtali við eiginkonu mínu daginn sem hún sagði að koma heim og sagði það var einhver fundi að vera að gera eitthvað og svo mikið óheiðalegu liði maður ég alveg að vera bara þól ekki svona óheiðalega og var eitthvað djöfnist til þessu og ég segi hún ok klári smá æfingu já ég klári það ég segi ok heyrðu þá skaldu ímynda þér að þú takir óheiðalega og mátir hann svona eins og jakka í búð
já en ég er ekki óhæðileg, ég veit þú ert ekki óhæðileg. En ímyndaðu bara, þú ætlar að fara í þennan jakka og segðu svo svona eins kröftulega og hátt og þú getur. Ég er ógeðslega óheiðarleg. Nei, byrju, ég er ógeðslega óheiðarleg tík. Alveg, og gefðu í það. Og hún bara, já, ok, já, alltaf læg, ok, ég sé. Svo bara loka á augunum og svo sá ég bara strögglið. Og það liði svona 2 mínútur, svo allir segir hún, ok, opnar og segir, ég er ógeðslega óheiðarleg tík. Og svo grenja hann og hlátur í svona 3 mínútur. Sem er bara losunin á þessari orku. Af því að auðvitað getum við öll verið óheiðarleg. Ég meina, ef ég þurfti að ljúga börnin minni við landamæri til þess að komast í öryggi, ég myndi ekki hika við að vera óheiðarlegur. Við eigum þetta öll. Já, ég meina nákvæmlega og fólk getur þurft að bregða fyrir sig óheiðarleika í ómögulegum aðstæðum. Já, Það er bara það. og oft er það þannig að óheiðarleiki getur líka bara verið eitthvað svona varnarmekanismi. Það er ekki þar með sagt að það sé gott eða nýtilegt að gera okkur vel, en það er okkur ekki heldur hollt að segja ég er alltaf heiðarlegur og verð alltaf að ýta niður möguleikanum á ef við séum. Þannig að það sem að gerist við þetta, hún er heiðarlegasta konan sem ég þekki og alltaf verið og verður áfram, en það er losað þessa orku. Þannig að næst þegar hún hittir óheiðarlegt fólk, þá er það bara óheiðarlegt fólk. En það er ekki tilfinningaleg hleðsla á bak við það. Þá bara, heyrðu, ég ætla kannski ekki að umgast þetta fólk, ég vil ekki viðskipta við þetta fólk, eða hvernig það er. Þetta er bara svona eins og maður, þú veist, ég segi þetta svona, þú veist, þegar ég hitti manneskju og hún stuðar með eitthvað, þá er alltaf, hvað er það inn í mér? Já. Sem að hún er að gera, sem er lifandi inn í mér, eða var lifandi inn í mér, og mér finnst óþægt að vera mynd á það. Já. Af því kannski er ég búin að rækta það úr mér, Já. og ég vil láta eins og ég sé komin yfir þetta. Já. En þegar ég sé þetta í öðrum, þá pirrar það mig og þá er það einmitt að því að ég er ekki ennþá alveg búin að digesta það með mér. Já, ég er svona líka, ég á þetta til, eða ég átti þetta til, skilurðu? En það er mjög mikilvæg munur á því sem þú ert að segja núna. Já. Sem er að þegar maður segir ég á þetta til eða ég átti þetta til, þá er maður að tala um það í 3. persónu þarna úti. Og lykillinn að því að hreinsa það upp er að eiga það og segja ég er óheiðarleg. Ég er öfundsjúk. Ég er óheiðarleg. Heyrðu, en nú er ég svo spennt að sjá hvað kom út. Já, sko. Byrjum á Dóru, hún er svo spennt. Nei, byrjum á ok. Byrjum bara að sjá hvað gestur vill segja. Já, sko, í fyrsta lagi við skoðum þetta þegar gildakerfin okkar virka þannig að þau eru ólík eftir aðstæðum. Þannig að ég get verið í vinnunni og það eru einhverju hlutir sem hafa mikið virði fyrir mig og svo fer ég kannski bara á íþróttakappleik og þá er bara eitthvað allt annað. Þá er maður bara áfram KR! Og þá bara er ég allt í norðum fjólublár með mínum KR-ingum að hvetja liðið. Meðan ég er kannski í vinnunni súper appisnugulegur af því við þurfum bara að ebitu og græða pening og gera eitthvað að græða. Og þannig að við skoðum í þessu að því að við erum aðalega að vinna með viðskiptalífinu þá skoðum við þetta það sem maður kallar overall profil sem er hvernig maður deilist á litina. Hann skiptist síðan í personal og commercial. Commercial skiptist í hvernig maður nálgast stefnumótun eða býr til plön, hvernig maður innleiðir og síðan stjórnunarstíl. Persónliðið skiptist í hvata og kosti. Það er svona... Hvað er hvati? Að finna inspirationinn í eitthvað, að hvata til einhvers. Það sem keyrir mann áfram. Það er svona það sem maður kallar motivation. Já, einmitt. Það er oft svona hvernig mann langar að vera, hvert mann langar að fara. Ertu kvíðinn? Nei, ég er ekki kvíðinn. Nei, hérna sko, Dóra, það sem að þinn prófill er svona, þú veist, er svona í kringum gult. Þú ert hæst í gula. Þannig að sem að Steinur sagði áðan að þú hefði svo mikið áhuga á kerfum spila svolítið inn í þetta. Það er svona hugmyndir hvernig maður skilur kerfin og hvernig þau virka, hvernig kerfi spila við annað kerfi og stærra kerfi og inn í öðru kerfi. Þú veist, það eru svoleiðis hugmyndir. Og á sama tíma hefur sækarinn að hækka svolítið í síðan að við rættum saman síðast. En það er ennþá þessi græni fylgir sem er, þú veist, við skiljum ekki eitthvað síðasta mann eftir, þú veist, það þurfa allir að fá að koma með og við erum allir í þessu saman.
Þannig að það er svona, Þannig að við förum inn í Amazon og spyrjum þau hvernig þeim líður, Já. en við förum líka og spyrjum, þú veist, Hvernig samarnir hafa. já, hvernig Hvernig samarnir samarnir hafa Já. Já. Og bara alveg inn í allar deildir. Og þetta tekur bara svolítið tíma, þetta tekur mjög langan og, tíma. og það sem að, ef við verðum að vinna saman með þetta, og að því að þú ert svo lág í öllum hinum, fjólubláa, rauða, bláa og appelsínugula, þannig að við sýnum þeim sem er að horfa, að þá þarf maður svona aðeins að testa, er eitthvað ofnæmi í gangi? Þú veist, þoli ég ekki reglur? Eða þoli ég ekki svona egocentríska, eitthvað að tappa með kassan úti sem er að rífa í kjaft og svo framvegis. Þannig að það er svona eitt. Ef við skoðum við segja Steinu, þá fáum við svona upp hressandi mynd sem að er svona, Við fáum hressandi mynd. sem er svona meira splitt, sjáu ég. Þannig að hæst í grænu, Já. svona quality design og svona, en alveg með hefti dós af rauðu, svona, þú veist, það þarf að keyra þetta áfram líka, það þarf Já. að gera eitthvað sko og skera í gegn. Já. Og meðan að blái, mjög lár, Og blái var aftur. reglur og regluverki. Þannig að þegar þú segir hann, já, mér líst þú að vel á það, veist, að flexa reglurnar, Já. það er að því að okkur finnst ekki gaman að reglum eða fara of mikið eftir of stífum Nei, af því að reglur eru bara hugmyndafræði fólks, sko. Já. Og reglur eru bara jafn góðar af fólki sem býr það til. Já. Og reglur eru ekki mælikvarði og rétt og ránt. Ef að reglur komið veg fyrir eitthvað virki, þá er það rófanda reglur. Já. Fyrir mér er þetta, eitthvað virkar ekki, Já. frekar en rétt og ránt. Af því að ég meina, hver heldur á þeim móralsku kompás það hvað er rétt og hvað er ránt? Skilur. Og þetta er bara grænt get ekki þegar hefði ekki getað sett þetta betur fram. Þetta Nei. er bara reglur eru tilbúningu fólks, grænt. Þú veist, hver er ákvað hvað er rétt og ránt? Það er enginn. Það er bara hvort virkar eða virkar ekki. Þannig að þú veist að þetta er allt, aðrar hugmyndir, allt annað prófíl hér í kringu þetta heldur en hjá Dóru. Þú veist, þannig að það er svona, þannig að það er áhugavert að þið dragist saman til dæmis í þetta hlaðvarp. Þú veist, það sem að þið eru mörguleiti mjög ólíkar í hvað það er sem skiptir ykkur máli. Ok. Skilurðu? Þannig að Dóra er með tæknimálin og er að klippa og passa mikrofónu hver situr hvar og svona overall svona systemið og productionið og þessu. En þú hefur miklu sterkari skoðanir en hún, allavega í þessum þáttum sem ég hlustaði á. Já, ok. Skilurðu? Þannig að þú ert líka til já, ég er nú ekki alveg á því, sko, reglur eru fyrir þú veist, köttar í gegn. Þannig að það er það sem er að gerast hér. Eins og ef við skoðum hvatana, rúllum hérna eitthvað aðeins niður og skoðum hérna eru kostir og svo hvatar. Þetta er áhugavert. Þannig að hvatarnir eru mjög svona altrúískir að vilja eitthvað betra fyrir heiminn og fyrir alla. Er þetta Dóri eða ég? Nei, Þetta er þú. Aha, ok. Þú sér að það er ekkert orðin og það er ekkert appelsínugult, ekkert. Nei. En það sem er áhugavert hér er þessi hái fjólublái. Og það svona er oft indikasjón á því að það sé eitthvað í gangi í nánustu fjölskyldu, þú veist, það skiptir máli að halda, þú veist, hvort það er maki, börn, kannski er ég farin að hugsa aldraða foreldra, að það er andlát eða veikindi, þú veist, eitthvað í gangi, Træpið, sko. þetta er bara nánast, þú veist, ég er mótiverið að því að passa að mitt nánast að sé algjörlega í tökum. Það þarf að passa upp á það. Og þú veist, þannig að, og ég náttúrulega, En ég mótiverast sem sagt fyrir fjölda. Já, sko, þú ert hvött áfram að þínu nánasta kollektífi, en það er líka elementaðir sem að hefur rosalega mikið áhuga á að heimurinn verði að betri stað, heldur en hann er í dag. Og þú myndi gjarnan vilja svona spila þessu spacina, því við erum með þetta splitt hérna, þá er stundum hopp á milli, þess að ég sé svona, veist, ok, ætla ég að vera fyrir stóra og alla og alltaf, eða er það mitt, eða veist, hvernig getur fikta þínu bæði. Það er svona innri konflikt líka. Já, ég kannast við þetta. Það er tension. Það er tension en það, já. Og væntanlega þegar það tension verður resolvað, þá bara minnkar það hverfur þessi fjólublá og við pökkum honum bara inn í þetta hérna. Ég skil þig. Það er pláss fyrir alla, alltaf. Alltaf, já, einmitt. Hins vegar, ef við skoðum hérna það sem er að gerast í motivationinu á Dóru, þá
erum við með Já, sko, það alveg skelfilegt, held ég. já þá lendum við í miklu vandræðum. Það er sko, hérna, þá erum við bara einhvern veginn svona, þú veist, ef að ég ætlaði að fá Dóru til þess að gera eitthvað fyrir mig, Já. ef hún var að vinna fyrir mig, þá myndi ég aldrei segja, hana, Dóra, þú veist, ef að þetta ár gengur vel, þá er rosalega mikill fjárhagslegu bónus sem að býður eftir þér hérna í loka ársins eða ég ætla að þú fær hérna nýjan sumarbústað, skiptir engum máli. Ég myndi segja hana, vissið þú að það er komið sko glænýtt námskeið, svona framhaldsnámskeið af human design, þar sem allir helstu sérfræðingar heimsins er að koma saman og ræða hvað gerir fólk af fólki. Dóra, Í alvöru, er þetta þarna? Hún myndi bara fara Ég út og myndi gera, gera það. hún myndi bara fara út og gera 20 arbeigur, skilur, Já. bara ef ég kæmist í þetta. Já. Af því að hvatinn er nýjar hugmyndir, ferskt, skilja, átta sig á, það er miklu meiri drifkraftur. Já. Skilurðu? Heldur peningar. Heldur en, veist, hún Já. það er bara nánast ekki neitt. Já, ég meina hérna, það er hjá okkur báðum. Peningar er ekki mótivasjón hjá hvorum. Nei, hvoruri og hjá hvoruri það sem er sko blátt í hvata eru prinsip. Það er engin sérstök prinsip í gangi. Nei, Það er bara, Þau eru farin. en prinsip er nefnilega sama og með lög. Þetta er nefnilega sama hluturinn. Hver býr til prinsipin? Af því að þetta er ekki það að ég sé á móti prinsipum. nei, En ég neita að gefa mig undir einhver prinsip ef að þau, ef ég finn ekki að það er í alignment við sjálfa mig. Skilur við? en þetta, alltaf þegar þú talar um þetta, Já. þá hljómar þetta ísíkilega eins og svona ofnæmi, af því að þetta hljómar eins og frelsisvipting. Ef það er einhver prinsip, Já, ég er að lokast inn í einhverjum kassa sem ég bjó ekki til Já. og bað ekki um já. og ég ætla ekki að vera inn í þeim kassa. Nei, þetta er óbærileg tilfinning Já, fyrir mér. akkúrat. Þetta er óbærileg tilfinning Já. fyrir mér. En sko, En þá er í raun og veru, Þetta getur líka bara gerst ef ég er í matabóði þar sem ég finnst ekki gaman. já, Það er ég alveg bara, hvernig kemst ég út? Það ég fara Já. á gluggan, Einmitt. fer ég í gegnum skólprörið, hvernig kemst ég? já. Og það sem að en þá er í raun og veru að því að þetta er það sem að maður kallar þroskagreining eða hugmyndin er svo að þú veist, ef að allt sem að maður getur kallað þroskagreiningar er að segja manni til ok, ég er hér sem þýðir ég kom þaðan sem þýðir að ef ég hef áhuga á huga mínu þroska þá væri þetta eitthvað sem ég ætti að horfa í. Þannig að fyrir þig væri þá heimaverkefni að fara að skoða, ok, hvað er það við prinsip eða reglur eða lög eða kassan sem er hjálplegt og hvar er það hjálplegt eða er það yfir höfuð hjálplegt Já. fyrir einhvern staðar af því að það er eitthvað sem að þeir koma með að borðinu sem skiptir okkur máli. sem er hluti af þroskasögunni. Ég var náttúrulega miklu blárri því ég var að vinna inn í listaháskóla og var fagstjóri og tók, af því þegar ég gerði þetta hjá það fyrir 3 árum, þá var ég ennþá að vinna inn í listaháskóla, Einmitt. þá var ég mjög blá. Já, Af því að þá var ég svo mikið að halda utan nemendahóp og búið til straumlínulaga ferðalag fyrir þau í gegnum námið. Og þá varð ég að vera mjög skýr á reglunum. já, og það er náttúrulega bara einingar og mæti Já. tíma og þú veist, og skila ritgerðum og það er svona ákveðnir prósessar í því hvernig þú ferði í gegnum það. Og þetta er að mörgu leyti, sko, ef maður horfir á mannkynssöguna, ég myndi segja, sko, eitt af svona fundamental bara breakdownunum í mannkynssögunni er að á ákveðnum tímapunkti fyrir upplýsinguna þá eru það trúarbrögðin sem að ráða með sína reglur og trúarbrögðin segja bara hérna eru reglurnar og það skal fara eftir þeim og þeir sem ekki fara eftir þeim þeir bara og það má segja kannski að einhverjum marki kirkjan, þú veist, bara beitti sínu valdi mjög miskunnarlaust í þeim tilgangi. Svo kemur upplýsingin og menn fara að segja bitinu við jörðin er ekkert flöt og við getum mælt þetta og skoðað objektíft og eitthvað sem er appelsínugulagildakerfi. En það sem gerist á milli þessara tveggja sem að olli síðan einhverjum nokkur 100 ára tensjoni og leiðindum var að trúarbrögðin neituðu að þroskast og vísindin höfnuðu þeim bara. Skilurðu? Það var bara rof á milli. Þið eru bara vitleysingar, þið brendu okkur á báli fyrir að segja að jörðin var í kringlótt, þið getið bara átt ykkur, við ætlum bara að halda áfram hérna að fara hvað sem við erum að fara og trúarbrögðin neituðu að taka inn Vera með. og vera með.
Sko, ef ég á aðeins að hugsa þetta, bara því við erum að tala um þetta núna, að þá er það ekki að ég sé fundamentalt á móti prinsipum eða lögum. Mér finnst bara að við erum hins vegar að lifa tíma núna, þar sem að prinsip og lög er ekki fyrir alla, heldur bara fyrir suma. Já. Og sko, sérstaklega svona segja bara valdastéttir og þeir sem stýra heiminum, þeir standa utan laga og prinsipa, en ætlast til þess að almenningur gerir það líka. Já. Og þess vegna hafna ég regluverkinu. Þú meina þeir ætlast til að almenningur standi inn í reglunum, Já, en þau eru fyrir utan. en aðrir eru utan við þau. Já. Og þá er þetta ekki lengur regluverk fyrir okkur til að halda, heldur er þetta tæki til að halda fólki niðri. Og þess vegna fer ég í resistance við kerfi. Ég væri til í það ef þetta væri flatur struktúr og maður sæi það að eitt gilti fyrir alla, þá gæti ég beitt mig undir það, en þegar ég sé að lögunum er beitt gegn fólki en með öðrum, þá segir maður bara, þetta virkar ekki. Þetta er grundvallar sjónarhorn græna gildakerfisins sem er að mörguldi mjög anti-hierarkíst vegna þess að það segir, heyrðu, ef við erum með reglur þá er það að gilda fyrir alla sem er fairness-mál, þannig að við höfum öll að vera á jafnréttis grundvalli gagnvart. Það virkar ekki að fólk geti drepið hvert annað. Nei. Það er til dæmis bara, þú veist, það á að sekta fólk fyrir að drepa annað fólk. Já, helst. Skilurðu? Mér finnst það alveg vera, en við sjáum það að í heimi sem á að náttúrulega refsa fólki fyrir að drepa aðra, þá er samt sem að vera að teygja þetta og þú veist, bjarga fólki undan fangelsvistum og dómum og allt þetta. Og þá þetta býr til sko siðferðislegan ójöfnuð af því að þetta speglar líka siðferði fólks. Þú veist, við erum með einhvern ásinn í okkur, við vitum inn í okkur hvað er rétt og rangt og þegar við sjáum aðra beygja lögin og en við eigum að fara eftir þeim sjálf, þá speglar þetta siðferði allra. Þetta er rosa óheilbrigt. Siðferðið er mjög áhugaverð lína þróunar, af því að það er raun og veru í sinni einföldustu mynd, þá fer það svona í grunnurinn er það sem maður kallar egocentric. Það er bara, ef ég er á egocentric level af siðferði, þá fer ég í herragarðinn og segir, djúvel, þetta er flott skyrta maður, þessi skyrta verður flott á mér, ég er flottur í henni, ég ætla að kaupa hana. Alveg sama hvað hún kostar eða hvað. Síðan fer maður frá egocentric í ethnocentric. Og það sem gerist er það að ég er farin að taka stærri hóp með inn í reikningin þegar ég er að taka ákvarðanir. Þannig að þegar ég kaupi skyrtuna, þá segir ég, djúvel, hún er flott á mér en er hún framleidd á Íslandi? Þú veist, er þetta úr íslenskri ull? Er það mitt fólk sem að gerði þetta? Af því ef það er þannig, þá er ég til í að kaupa hana. Fyrir peningurinn í heimabýð. Já, fyrir peningurinn í heimabýð, af því ég er ethnocentriskur. Síðan er ethno upp í world-centric. Þá segir ég, þetta er flott skyrta, ég væri til í að kaupa hana, en byrju, hvar er hún framleidd? Er þetta nokkuð einhverja kínverskar sweatshops eða eitthvað þrælahald eða þú veist eitthvað, og okkur er svona ódýr. Þetta meikar eitthvað að segja, ég ætla ekki að kaupa þessa skyrtu. Af því ég er farin að taka líka fólki sem ég þekki ekki með inn í reikningin sem býr einhvers staðar annar staðar við allt annað kjör heldur en ég. Og svo er það sem að stundum talað um cosmocentric. Og þá er ég kannski bara alveg ekkert að pæla í hvort mér vanti skyrta ekki, sko. En þú veist að þá er ég farin að taka með allt vistkerfið inn í reikningin í þær ákvarðanir sem ég tek. Og það er auðvelt að vera world eða cosmocentric þegar maður getur bara að fara út í bónus og keypt mat og það gefur höfuðið og býr við ágæti skilyrði. En ef þið tækjuð allt þetta af mér á morgun, þá er ég ethno og ego bara yfir nótt, sko. Já. Þá bara, ef þetta er spurning um matinn á þitt borð eða minna fjölskyldu, ég er bara stærri, sko. Já. Já. Og þetta er það sem við erum að glíma við í heiminum í dag, alveg sama hvert liti er að það virðist vera ákveðið svona afturhvarf og afturhvarf í þroska. Það sem að við erum farin að velja þá til leiðtogastarfa sem eru mjög ánægðir með sjálfa sig. Og við köllum þetta stundum, þetta eru svona illu tvíburarnir, níhilismi og narsissismi. Af því að það sem gerðist með græna gildakerfinu er að það byrjaði í því að við viljum jafnrétti. Jafnrétti þýðir jafn tækifæri fyrir alla, jafn réttur allra til þess að gera það sem að, þeir vilja og geta.
síðan einhvern veginn yfir tíma keyrði það út í skurð með því að fara að krefjast jafnrar útkomu án þess sem þú leggur á þig. Þannig að við erum saman í háskólanum, ég mæti aldrei og ger ekki neitt. Þú ert rosa duglega að læra og svo kemur að prófum, þá vil ég fá sömu einhvern og þú. Það er bara ósanngjarnt ef að þú ætlar að nota þína stöðu, þína valdastöðu sem kennari til þess að mismuna nemendum með einhvernum. Það er galið, ég kansellera þér, skilurðu. Og þá fær maður það að það sem gerðist var að allur sannleikur, hann hætti að vera hlutlægur og varð huglægur. Þannig að mitt álit, þú veist, ef að ég er bara Mitt álit trompar sannleika. Já, sko, bara mitt álit er mitt álit og þú ert bara að taka, þannig að ef ég kem bara upp í leikhús og segir bara, hvernig gerir þetta ekki svona, þá ég veit ekkert hvernig að setja á stað leiksýningar, þá eigið þið að taka tillit til mín og minna skoðana, því að ef ekki eru þið að nota valdastöðu ykkar sem menntaði leikarar til þess að níðast af mér. Og úr þessu... Ég segi bara, með viðkomandi fokkast. Já. En þetta var það sem gerðist. Já. Og síðan og það sem gerist þegar að ef að ekkert er satt, ef að við erum ekki sammála neitt sannleika, til hvers er þetta allt saman? Hver er þá tilgangurinn? Þá lendir við inn í níhilisma megin. Svo kúplar því saman við samfélagsmiðlabyltinguna. Það sem að bara, hér er ég að gera þetta og hér er ég að gera þetta. Þá farið þennan óbóðslega narsisisma í ofanlega. Þannig að það er ekkert satt. Það er bara það sem ég segi.